Komið í sæl, milt og fínt veður á landinu í dag og við getum sagt að það nú bara verið hlýtt á Austurlandi þar sem hitinn náði 24 stigum bæði á Egilsstöðum og á Hallormsstað og allt útlit fyrir að það verði hlýtt hjá okkur næstu daga. Það er allan að við sjáum það betur á hitakortinu hér á eftir, það er að streyma til okkar hlýtt loft úr austri. Lítil lægðarból og þó sem er hér að skríða til norðurs með vesturströndinni og fær okkur örlitla úrkomu svona í nótt og fyrirpart dags á morgun. En við sjáum að það sem er svona í stóru myndinu þá eru fréttinir, það er helst þar að áttin er að verða austlæg hjá okkur og það hefur í för með sér að við náum okkur í þetta hlýja loft sem er hér austur af landinu. Þannig að það byrjar að skríða hér til vesturs yfir landið strax á morgun og munurinn þeki allt landið á mánudag og þriðjudag hið minnsta. En hvað var það svona nærsið? Þá sjáum við hér klukkan 19 og úrkomusvæði hér á suðaustanverðu landinu, bjart víða hér vestan og norðvestan til og þessi litla lægðarbóla, hún sjáum hana fyrst var birtast hér í formi rigningar, svona slitróttar rigningar sem kemur hér inn á sunnan og vestanvert landið í nótt, en við sjáum að þegar líður á morgundaginn þá er þetta nú svona mestuleyti bara þétting í fjallendinu, úrkomu laust að öðru leyti og jafnvel bjart veður norðanvert landið og klukkan 14 á morgun er viðbúið hitatölu geti slegið víða yfir 20 stigin á norður og austurlandi og jafnvel það sem best lætur farið hita 25, jafnvel 26 stig. En þó bíða því að við náum þessari hitahæð í öðrum landshlutum. En síðan svona þegar líður á mánudaginn þá verður vindátt meira eindregin af norðaustri eða austri og við sjáum að þrýstilinu er svona aðeins að þéttast hjá okkur. En mánudagurinn ætlar nú að verða sólríkur mest allt land. Það er einna helst að við sjáum að það geti verið einhverjir lágskýjabakkar eða þokubakkar úti við norðurströndina og hér eru við farin að sjá hitatölur í víða land yfir 20 stigum og jafnvel þetta 26 til 27 stig hér á Suðurlandi. Og þannig svona heldur þetta nú áfram fram til þriðjudags. Við sjáum þó að það svona gliðnar á milli þrýstilína þegar líða tekur á þriðjudaginn, þannig að það verður hægari vindur allan svona víðast hvar á landinu. Áfram nokkuð sólríkt hjá okkur á hádegi á þriðjudag og eins og við sjáum hér, en við sjáum að það er lágskýjabakki úti fyrir bæði norður- og austurströndinni og þetta er væntanlega líka þokuloft, þannig að það getur spilt aðeins gleðinni hvað varðar svona hitafarið hjá okkur á þessum slóðum. En hiti er víða að slá yfir 20 stigin eins og við sjáum hér og svona sólríkur dagur í svona víðast hvar á landinu. Svo er að sjá að á miðvikudaginn þá verður svona öllu óstöðugra allan og við fáum hér inn bakka inn á vestanvert landið. Það getur allan að ringt tíma en ætti að vera bjartast á norðausturhorninu og það ætti hitatölur áfram að fara allan vel yfir 20 stigin. En í Evrópu þá sjáum við að það er nú nokkuð víða svona skúramerki í þessu og við Oslo og Helsinki og jafnvel Kaupmannahöfn og við sjáum að það búist jafnvel við þrumuveðri í það bil 20 stigum í Berlín á morgun og þetta nær alla leið suður til Rómar. Þegar við leitum aftur hér til vestur þá sjáum við að það er hitinn í kringum 30 stigin hér á Íberíuskaganum, allan á Spáni, nokkur gráðum svalara í Portugal og jafnvel yfir 35 stigum hér allra syðst. Á Kanaríeyjum er þetta svona nokkuð hefðbundið á morgun, norðlæg átt, hiti kringum 25 stig og svo endur við svona þessa yfirferð í Bandaríkjunum. Þar eru skúraleiðingar á sléttunum miklu og skil sem að fara hér yfir norðausturríki Bandaríkjanna. Mun því rigna þar tíma en við sjáum að hitatölur eru víða yfir 30 stigum. En enda þetta hér á korti morgundagsins, það er sem sé viðbúið að það muni gera slitrótta rigningu hér sunnan og vestan til fyrripart dags á morgun en öðru leyti verður milt
og hlýnandi tímar framöndan. Segjum það gott að vera í dag, verið sæl.